Hérna sjáum við Sam Hewitt. Þetta alvöru móta. Þetta alvöru móta. Hann í bandaformi þessi. Mætti tröstu í völdurna. Hann reynslumikið. Þetta fyrst og fremst glímumaður. Þannig að það verið að spila smá reverse uno á okkur núna. Að við fáum svona góða glímumann auðan. Góð glímumaður auðan. Kevin meira svona, hann getur allt. Aron Kevinsson getur gert allt. Aron Kevinsson fyrir ekki. Þetta The Flash. The Flash. Hann ekki með móttu. En Hewitt kemur frá Yorkshire eins og við sáum á Pistons. Þetta fyrsta skipti það sem hann best fyrir utan Bretland. Og það bara hér á Ásbrú á Reykjanesskaganum. Já, heldur betur. Hann svona, ég hóta nokkra bardaga með honum og mér fannst hann mega taka til í bóksinu sínu. Þannig að ég sé fyrir að Aron gæti fundið smá success í bóksinu. Já, hann gæti ratað, högginn gæti ratað inn þar. Já. En þetta gaur með góðan vöxt á bringunni, hann með góðan móttu, hann með loðna framhandleggi. Mér sýnist þetta að vera hátt T. Þetta það. Þetta hátt T, sko. Og svoleiðis mennir nú alltaf passa saman og þarf að vara sig á þeim. Og hann með alvöru blómkálseyru. Það búið að nudda þessum eyrum uppi, dýnurnar, brjóta brjóskið, fá vökvann inn, en menn geta bara laga þetta yfirleitt í lokferilsinn, sko. Já, menn hætta kannski að missa áhuga við að draga endalaust úr eyrun á þessu. Einmitt. Og láta svo bara skafa af þessu undir lokin. En þetta alltaf ákveðið testament hversu góður og öflugur verk í glímunni. Einmitt. En þetta getur líka verið smá leiðavísir sko hvaða eyra þú pressur oftar af andæðum. Já, nákvæmlega. Þannig að við vitum kannski að hann sækir meira hægra megin ef hann með búkosleira. Já, nákvæmlega, ég hef aldrei pælt í því. Og herrar, gefðu brjáluð fagnalæti fyrir Aron Kevinssoni! Hæ, ég heiti Aron Ingi Kevinsson, oft kallaður Kef eða Aron Kef. Ég vil segja að ég sé bara stoltur Mosfellingur en í dag bý ég í 110. Ég er að berjast úr Reykjavík MMA og ég er í dag með 10 bardaga undir beltinu og þetta í dag þá í kvöld 11. bardaginu. Mér hlakkar til og mér hlakkar bara til að sýna ykkur alvöru sjó. Man hérna labba inn í búrið. Þetta ég ætla að gefa honum titilinn myndarlegasti keppandi kvöldsins. Já, hann reyndar mætti þarna með góða móttu og sko hrokkið hár, sko. Já, býttu þangað til hann svitnar. Býttu þangað til hann svitnar. Já. Hann líka kominn á alvöru lægi hérna, sko. Já, Aron Kevinsson ótrúlega góður barndagamaður. Hann oft með lágan base. Þannig ég hef ekki miklar áhyggjur af glímunni hans Hewitt. Þegar það svo líklegt að Aron grípa hann bara og stöppið. Grípa hann en svona, hann virðist vera töluvert herri en Sam, það rétt hjá mér? Já, ég held að það sé alveg hárrétt hjá þér. Hérna, Aron Kevinsson 1,87 á hæð en Sam Hewitt 1,75. Já, þetta munar, þetta 8 cm, þetta hálfu titlingur eins og eitthvað sagði og sjáu þess að menn. Já, hann nú leiðist að koma heim til sín og mæta þessum í dyragættinni báðum. Þeir eru þó jafn gamlir, það segir mann eitthvað. Það segir mann eitthvað, þó að hérna, við finnst einhvern veginn eins og Hewitt sko virki aðeins eldri en Aron. En Aron kannski bara svona ungur í anda og já, ég kom á sá. Hann með svona, það margt sem að það sé hárt T í gangi hérna líka hjá Aroni. Já, ég get sagt þér sögur hárt T. Aron var super lightweight meistari í Cage Steel á sinn tíma og hann barði síðast á Cage Steel líka og tók bardaga með minna en 2 klukktíma fyrirvara. Það alvöru. Já, það alvöru að fljúga til Bretlands með enga bardaga, bíða og svo bara, herru, ég vissi þetta myndi gerast. Bara setti mig í búrið. Það hátt T, sko. Það hátt T. Annars hátt T sem í gangi hérna að eini maturinn sem fæst inn í húsinu eru bæjarins bestu pulsur og hann alltaf að líta við og sjá bara menn tróði sér einnig slöngu hérna. Það finnst mér líka einhvern veginn on brand, sko. Já. Það mættu rata hingað til okkar. Það mættu færa okkur bakka af pilsum. Já, það komið að því, kæru vinir. 7. bardagi kvöldsins í mínus 75 kg flokki samkomulagsvigt. Alvöru gentleman hann. And now
introducing first, sem ég vonandi fighting að of sjá the hérna blue í corner, þessu bardaga, at 20 years Aron old, a Kevison byrji mixed bara martial artist with 5 byrji wins, snemma. 3 losses. Hann á það til að Purple belt taka in sér BJJ langan on tíma í að the reikna út representing a skoða silent svolítið. whale, Tudo MMA. He stands at 173 centimeters tall, weighed in 74.7 kilos. Fighting out of Jórvíkurskíði, Leeds, Englandi, presenting a former junior Mr. Universe, Sam the Mule Former junior Mr. Universe. Hewitt. Það er alveg nafnbót, sko. Það er nafnbót. Og núna kynnum við til leiks reynslumesta bardamann kvöldsins, þó aðeins 28 ára gamall, í rauða horninu, mættur, hungraður, með 5 sigra á 2 töp í MMA og 3 sigra á 1 tap í Muay Thai. Fjólublátt í BJJ úr Mosfellsbæ. Hann Ég fæ er gæsara núna, maður. 147 cm á hæð, viktaður 74,6 kg. Keppir fyrir Reykjavík MMA. Ég kynni fyrrum fótboltamannin, sjarmadröllið með fögrulokana, hamhleypuna og hugsuðinn, Aron the Flash Kevison! Let's go, let's go. Hvílík kynning og það er rafmagn í loftinu. Maður finnur það bara á vaxtalagi þessara manna. Þetta eru fullvaxna karldýr. Hvað er að tala um? 100%. Og núna... Once again, please. We need to do it again, sorry. Þetta gæti orðið hrikalega góð bardaga. Gentlemen, you know the rules. No elbows whatsoever, no knees to the head. Listen to the commands at all times, defend yourself at all times. If you want to touch gloves, do it now. All times. All times. Það eru fengur lögsins að vita hvað... Þessi gaur, hann er svo Magnús Vert að tala, sko. Ok, jæja, og við erum on. Byrja smá þreifingar. Aron vill vera á fremri löppinni þarna. Aron er duglegur að færa sig fram og tilbaka, en Hewitt sagði fyrst að Aron er búinn að berja svona mikið að hann hefði haft mikið teipstödd í, sko. Og Klokkaðan þarna með þessar víðu hægri eru að lenda henni í kvöld. þeir eru svolítið hrifnir af því, útlendingarnir. Þarna small í þessu. Þarna eru menn að setja alvöru þunga og tork í höggin, sko. Það er heldur betur og Hewitt virðist ekkert vera feiminn að stíga inn, loka fjarlæðinni, gefa eitt þó hann fyrir að taka eitt. Salurinn tekur við sér, þetta hefur alltaf góða áhrif á Aron. Og Sam ekkert að drífa sig í gólfinu eitt. Og Pítur. Má heldur ekki gleyma því að Aron Kevison hefur þetta fjólublábeltingur í Jiu-Jitsu og er ekkert feiminn með að fara í gólfið. Í Jiu-Jitsu eru sem sagt, fyrir þá sem ekki þekkja fjögurbelti, það er blátt, fjólublátt, brúnt og svart. Og svona, ef þú ert komin í fjólublátt þá veistu að þú ert segur og kannt allt sem þú þarft að kunna, sko. Heldur betur, en það má alltaf ekki gleyma hvítabeltinum. Hvítabeltinum, það er líka þarna. Aron kominn á bakið. Aron kom með bakið. Sam ákveður að reyna að losa handagripið. Það er rétt í stöðunni. Svona spörk eins og hann er að lenda í lærið á honum. Telur þetta telur ekki á dómurum en þetta kannski svona telur hjá þeim sem er að fá þetta í sig. Já, gerir það vissulega. Dómarnir telja þetta og þú svona réttlætir stöðuna einu svolítið með því að henda í nokkur hné aftan á læri, en þetta er ömurlegt að fá nokkur hné aftan á læri og þurfa svo að djöflast. Ég veit það. Bjarki segir þegar hann reynir að snúa sér út úr þessu þá átt að setja hné í skrokkin á honum. Hewitt passar að fá ekki fleiri hné í sig með að lyfta fætinum. 30 sekúndur eftir.
Aron að sækja núna, Sam að verjast. Við sýnist hann að loka höndunum, hann gæti reynd að taka niður. Hann að koma. Þéttings fast í þindina. Jæja, þetta líklega of seint til að verða að einhverju og Aron staðinn upp og meðan einhvern veginn. Glæsilega gert, svona á enda þetta. Segðu dómarnum að þetta sé þín lota, endaði ofan á. Þetta var gaman að sjá Aron svona ákaman. Lendi hann undir í nokkra sekundur. Sagði við sjálfum sig, nei, ég bý ekki hér. Færi mjadmyndin sinni fyrir ofan hans. Passa hann lendi ofan á. Það var einhver vafi í huga dómarana hver tók þessi lótu og var þetta ansið samfærandi. Þetta var mjög samfærandi, en það var þetta fyrsta högg sem var lendið þarna sem svona vakti Aron aðeins. Gerði það. En Aron, við sjáum hann hérna hvað hann duglegur í fjarlæðinni sko, hann alltaf að pota vinstrhendinu út, reikna, færa sig aftur. Þarna hélt hann að væri með krókinn en hann svona einhvern veginn, hann sá við þessu, var búinn að basera sig út Hewitt, en svo snýr hann bara við og það er það sem skiptir máli hérna. Förum við í aðra lótu hér í fyrsta bardaga 4 á aðal hluta kvöldsins. Aron Kelvinsson á þeim í Árbænum núna en er Mosfellingur á upplægi á gegnum mann sem kemur úr York skýri eins og Arnar sagði. Já, skemmtilega orðað. Jórvíkur skýri. Þarna small. Þarna small og hann gretti sig eftir þetta sko. Aron að finna success í því að hóta höndunum og segja. Nei, ekki. Eins og ég segi á fótboltanum sko, ekki ásæljaði sko. Ég vil sjá Aron, það er nefnilega opnun og glufa fyrir hægri höndina þarna sko. Og nú býst hann við sparkinu. Mér heiðist Maggi kalla eftir stuttum vinstri krók þegar hann stígur inn. Já, en hann náði með til Hewitt að setja hendunum sinni pínu lágt niður. Já, og þegar hann stígur inn þá ætlar hann að grípa hann og það er kjörið sko. Ekki láta að kasta sig ekki upp í búrið. Vel gert þarna. Og meiri hægri. Ok, vel gert hjá Sam Hewitt. Þetta var nauðsynlegt fyrir Hewitt. Já, hann var að éta lifandi eins og maður segir. Já, Aron gefur að byrja að skrúfa þarna. Aron leitar að uppgjafartaki þarna með hendurnar hátur. Hann er ekki hitt að leita á þessum höggum. Þetta er ekki mikið. Hann er meiri tveið. Þetta er uppgjafartak. Hann getur sótt armbar í leiðinni. Þetta er góð staða fyrir angjöf. Þetta er eitt fallegasta takið í öllum íþróttum. Og hann er komin í handleggjalás. En nær hann að velta sér út úr þessu. Þetta er rosalega fjall. En svona gaurar með stuttan háls. Nær hann að klæða sig út úr þetta. En hann fer yfir. Hann er búinn að verjast hrikalega vel. Núna má það aftur í træðingunni. Hann á bara... Aron þurfti að koma vinstra hnénu sinu aðeins ofar. Og vel gert hjá Sam Hewitt, en þetta þýðir það að þetta er so far lotan hans Arons, af því að það var hann sem var að hóta því að klára bardagann. 100%. Hewitt fer í þessa fellu og tekur þetta í gólfið af bara örvendingu, en lendir þá bara í fjólubólabeltinga heim Aron Kelvinsson. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott, betur vildi ekki aftan á höfuð. Þetta er svona í hliðina. Og nú fer lotan að klárast einmitt. Ágætur lokasprettur hérna hjá Sam Hewitt. Ágætur lokasprettur, en líka bara það getur oft dregið rosalú mönnum þegar þeir halda þessi að klára bardagann og klára hann svo ekki. Já. Hann var komið með hann í triangle hann. Triangle og armbar hótaði ýmsu, en
maður heldur ekki glemma því sko að það rosalega erfitt að anda í svona þröngum treyjum. Já. Þetta tekur úr tankinu. En mér finnst börkin hans Arons í skrokkin og í fætunar hafa verið rosalega flott. Kallan góðan að ná að löpa honum svona hátt upp líka úr þessari stöðu. Greinlegt að sá sem að klippa endursýninguna hérna er ekki hrifinn af triangle choke. Nei. Það var svona raunverulega þá sem bardaginn var í hættu og þegar hann fór yfir í beinan handekilás. Já, og við fyrirgefum það. Við erum öllir hér í fyrsta skipti. Já. Við erum gestir, hótel okkar í jörðin. Það er þriðja lota, Aron Kevison á móti múrmeldýrinu. Meðan múlasnanum. Sem að Aron kannski aðeins þreytulegri hérna, ekki sama bánsið í skrefunum hans. Spurning hvort að Aron Kef hafi fengið svona sjálfstraust á hann og trúið því að hann geti klárað hann á botninum. Rosalega yfirvegaður Aron. Já, en Sam Hewitt er að vinna hérna rosalega vel. Spurning hvort að Hewitt ætlar að reyna að grænda út lótuna með því að halda hún þarna og pikka þess í hann sko. Þetta er ekki mikið en... Þetta er ekki mikið en þetta er þó eitthvað og Aron þarf einhvern veginn að koma einhverju sókn í gang. Það er ekki nóg að verjast bara. Hótnið hans Arons ekki segir honum að hætta og bíða og sjá og láta vaða. Klokkur betur ná að búið til smá plásu upp í búrið og byggja smá beis. Það er flott að sjá vinstri fótinn nær búrinu þannig að hann geti lyft rassinn aðeins hærri upp. Hann líka kom með... Við viljum alltaf ekki tapa þessa lótu 10-8. Það er náttúrulega hægt að... Það er hægt að tapa lótu 10-8 og þar með myndi að setja svona heildarskorið í daldið uppnám. Þeir eru nú einhvern veginn komnir í rembin út þarna virðist við hvern annan. Aron svona kannski svolítið fastur milli tveggja hinna. Þess að það sé ekki alveg viss hvað hann átti að gera. Nei, og hann er þreyttur. Sýnist þér á... Einn butterfly tók inni. Það er að búa til smá pláss. Jæja, 35 sekúndur eftir. Ok, hann er stæðin upp. Að setja allt í gang maður! Hann er hann! Já, hann er bara að banka! Hann er að banka með bendi hægri! Hann er að bara að klára þetta! Hann klárar þetta! Svona á að gera þetta! Svona á að gera þetta! Þvílík segla! Þvílík segla! Að standa upp og eiga þetta allt í tanknum. Jesús Kristur! Hann bara hendur hann bara stóð upp og bara henni, takk fyrir mig, nú tek ég við. Fáum að sjá endursýninguna hérna, stendur beint upp og hann setur allt í gang. Það er upphögg og svo er það bara hægri vinstri. Það er upphögg sem er hann hérna, beinhægri. Sparkið þarna. Og þarna er það upphögg sem vangar hann og annað upphögg og þarna var hann, já, það má alveg stoppa þetta. Hann var ekki einu svona slá frá sér. Þetta var ótrúlegt. Nonni ætlar að hoppa hérna niður meðan ég er bara rétt að jafna mig hérna og reyna að láta eins og ég þurfi ekki gríðarlega mikið að fara að pissa en það er auka atriði hér. Má ég heyri ykkur áhærendur? Má
the center of the octagon and please go to the referee, please. Dear athletes, talk to the referee. Okay. By knockout, when there was only 15 seconds left of the fight, from the red corner, Aaron the Flash Cabezo! Aron Kevinsson, wow! Hvernig tilfinningin að ná sigri eftir svona dramatískan barða, ef ég lofa mér að segja? Það mikið til líf. Haha. Já, þetta erfitt, en þetta var gaman. Þetta var erfitt, en þetta var gaman. Sko, þú leiður hann aðeins að halda þér í gólfinu, áhorfendur kannski orðin pínu stressaðir. Var þetta eitthvað gameplan, var þetta eitthvað tease? Hvað varst að pæla á þessum tíma? Ég held að þetta sé bara eitthvað sem ég er vanur að gera. Að hvíla mig svona undir og leyfa mig að halda þessu að lemja mig, en það er ekkert damage í gangi. Og ég náði að nýta mér það, ég náði að standa upp, hann var vel þreyttur eftir það og ég nýtti mér það. Aron, þú ert þá ríkilega reynslumikil bardagamaður með 10 bardaga undir beltinu, 11 núna. Sko, hversu sérstakur er þessi sigur á þessu kvöldi? Hann bara merkir mikið fyrir mig, sko, í alvörinni. Bara mikill uppgangur á árinu og ég á bara mörgum mikið að þakka og bara að því hef tækifæri til þess. Ég veit ekki hvar ég væri ef að Bjarki væri ekki í liði mínu. Takk Bjarki, þetta er allt saman svona 90% að þakka, eða ekki 99%. Geggjað, eitt að lokum, fáum við að sjá þig aftur 2026? 2006 okkur ekki, það kemur í ljós og ég verð líka að þakka Guði. Við þakkum Guði. Aron Kevinsson, gefa hann gott klapp.